Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag þá ætlum við að spreyta okkur á mjög merkilegri flugu eftir Jón Sigurðsson sem hann hannaði seinni árin. Það bara að zooma okkur hérna út en að sjá hvað erum með hérna fyrir fram að vélina. Þetta eru það sem hann kallaði fiðrildi. Þau voru sýnd minni mig í törublaði Veiðimannsins. Það er bara ekki langu áður en að Jón fellur frá, bara stutt áður en þangað til hann fellur frá kallinn. Og fiðrildin, sýna ykkur hérna fleiri, eiga þetta sannmerkt, þetta eru svona, einhverju myndi segja kattisar og jú, það getur alveg verið. En þetta nýtti hann eftir einhverju kvikindi sem hann fann upp á fjalli í hérna, vatni ónefndu, sem hefur kemur mikið flottir og stóri bleikju. Hérna eru vestan. Ónefnt vatn. Þetta er annað fiðrildi. Og uppbyggingin eins og við sjáum á þessu er ekkert stél. Það er búkur. Það eru lappir. Og svo getur verið smá píkokk hérna framan svona fyrir kraga. Hann líka sleppir því á sömuður en það er alltaf að hafa það. Og svo er vængur sem er klipptur. Það var dálítið einkennandi fyrir flugurnar hans Jóns. Heitins að hann nýtti rosalega mikið með nýtti mikið og klippti vænginn á flugunum. Við byrjum sem sé á því að skella tvinnunum hérna niður og við erum að nota frekar stóra króki þetta. Þessi fluga er nýtt á Arex Synonyms nummer 8. Getur nú með 10 ef viljið. Og við ætlum að skella í smá hotspot hérna í rassin á þessari sem við erum að fara að nýta. Og bara svo fremið sem við fylgið þessum þessu formi hjá hann og Jóni með þessa flugu, þá getið þið kallað þetta fiðrildi, talaði mig allavega á sínum tíma þegar hann var að sýna mér þetta. Þá búið til svona rautt eða appelsínugulan hotspot hérna í rassinu á henni. Það mandolti hérna veglegan svona. Og við skellum svo á í búkinu á henni, þá ætlum við tökum þetta létt, við erum bara með páfugl, píkokk. Það zooma okkur inn en sjá hvað við gera. Við erum með píkokk í búkinu á henni. Það er að jafna þær hérna. Svona niður. Og nýta þetta. Nýta það niður. Við varum með tvinnan alveg hérna aftan. Svona. Förum við hann fram svo aftur hérna. Og við höfum 1 eða 2 hotspot í flugunni. Svona. Svo kemur píkokkinn sjáðu hérna. Þið getið notað vínilrif, þið getið notað alls konar í þessa flugu. Ein útgáfan sem að veitti alveg helling fyrir mig, það var ef við vorum með silfurlitaðan búk, brúna lappir og fasentel klipptan í væng. Getanbergsvatn. Amen. Við nokkra væna urriða og þá flugu bara við bílastæði hérna í botninu eða þessi rennur úr vatninu. Það var á þeim tíma þegar veiðikortið var. Þetta var inn á veiðikortinu en ekki komið í hendurnar á öðru fyrirtæki. Og svo festum við fyrir með þetta hérna fram svona. Búið til hotspot hérna í miðjunni. Þið getið leikið ykkur með þessu sem svolítið mikið hvernig þið græið þessa flugu. Þetta er mjög skemmtileg fluga að því leyti. Við látum þetta hotspot, þessar 2 hotspota bara duga. Við þurfum að fara að huga að svona. Við náum að setja niður.
frá að koma þræðinum hérna fram á legginn, klippum þá hérna glóbræti í burtu, við erum að nota glóbræti í þetta hérna frá Semplify sem sé, og eins og lög gerir ráð fyrir þá er ég að nota 50 Denier Semplify nanosilk í þetta fyrildi. Þá kemur búkurinn hérna niður sem sé, þá klárum við búkinn og þetta silfur fyrildi sem við erum að tala um áðan, sem við notaði í Ketilbjörnsvatni og reynda fleiri stöðum, það er ógeðslega auðvelt að nýta. Það er fljótlegra að nýta það heldur en þetta. Þetta eru síðustu 3 lengjurnar af Peacock úr þessum pakka. Þetta er hérna, næs. Það er frá að opna annan. Það veit ekki hvað mörgum sem ég er með þetta. Svona. Klippum þetta í burtu. Svo ef við ætlum að vera með fyrir fram að við sjáum til hvort að gera það eftir. Í lappir á þessari flugu þá ætla ég að nota hana brúna hænu. Þetta er keypt út í Englandi fyrir ég veit ekki hvað mörgum árum. Húlega Grimsby. Þannig kallið var í siglingu, faðir minn, og keypti hljóðrýðingasett fyrir mig þar úti. Þá byrjaði þetta ævintýri hjá mér. Nú notum við þetta sem sé brúna hænu í lappirnar. Brúnt passar rosalega vel við Peacockinn. Og við græjum þetta svona. Og þannig við náum að vefja þessu svona 2 hringi. Svona. Hérna einhvern veginn. Við erum að ná í hérna. Fjaður og klemmu, við ætlum að óla í þetta hérna. Þetta verið vonandi til friðs. Svo koma lappirnar á þetta hérna, við erum að greiða þær aftur og bak. Svo þetta séu lappir á votflugu sem þetta náttúrulega er votfluga í rauninni hálfgerð. Þá er þetta svona. 3 harðir vafningar, en þetta er fluga sem búið er að veiða á lax og birting. Bleikju og urriða, veiðir allt og þetta er alveg ótrúlega sterkt þegar allt annað er einhvern veginn ekki að gefa. Við hérna nýtum þetta svona, sjáum við, og við eigum þetta pláss hérna fyrir framan. Greiðum lappirnar hérna niður en að hafa þetta fyrir neðan og í vænginn á þessu, við getum verið með fasana. Ég ætla að vera með gullfasana. Bregða okkur undir okkur betri fætinum hérna, einu sinni. Þetta er nú ekki sérstakur gullfasani. Ég veit ekki hvað ég fekk þetta. Það er svolítið mikið á að ná þykktinni sem við viljum hafa. En gullfasani er virkilega skemmtilegt efni að nýta úr. Þegar að segja sélfjöðurinn úr gullfasani, hún verður svona, þessi séu brún og falleg. Og við taka þetta bara allt svona saman. Svo þurfum við að mæla þetta hérna. Svona einhvern veginn, já, þetta er flott. Og klippum við af þessu hérna. Til þess að jafna þetta út. Og svo kemur þetta hérna niður, sjáum við, svona. Og vængurinn á fiðrildunum má vera efnismikill. Sjáum við þetta hérna. En hann, eins og við segjum, hann klippist, vængurinn hérna, kannski rétt fyrir ofan rassi hérna, svona. Kannski ekki alveg besti vængur í heimi, það má vera efnis meiri, við getum bætt í hann bara.
getum bætt við hann. Það er ekkert að því. Hann á að vera dálítið bölkaður, eins og við sjáum þessi fiðrildi hjá hann og Jóni, þetta til dæmis. Þetta er dálítið bölkað. Við viljum fá þannig útlit á hana. Það kemur fram í podcastinu sem ég fór í til hans Sigþórs í Hylnum líka. Hann talar einhvern lax sem hann hafi veitt í einhverju á í Borgarfirði á Kattis eftir Jón Sigurðsson. Það er nákvæmlega þetta sem við tala um. Þá ætlum við að gera kraga á hana, hérna, fram úr. Það er bara þessi fön úr píkokk. Það kemur hérna svona sem smá hlungur hérna fyrir framan. Þannig að læsum þetta með tvinnarna svona. Og ég segi bara, ykkar er hugmyndaflugi með samsetningun á þessari flugu. Hvort þið viljið hafa lappir eða hafa þessi ekki vafða fjöður, heldur bara hvernig sem þið viljið. Og getum tekið hérna half hits eða vipp. Þetta eru ágætis græjur líka til þess að búa til haus á flugu. Svona. Það með að vera tvöfaldur. Ekkert sem bannar það að sjá það svona. Pípa síminn á mig, ég veit ekki hvað það er í gangi. Svona. Þá er fiðrildið eftir meistara Jón Sigurðsson klárt. Þá er ekkert eftir nema bara að zooma okkur hérna þessu út og lakka þetta. En ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þið megið endilega gera subscribe á rásinni, setja like á vídeóið, deila því og allt þetta. Getið styrkt rásinni ef þið viljið inn á PayPal eða Buy Me a Coffee. En þangað til næst, við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.